hins vegar þá bara þurfum við að horfast í augu við það að hjúkrunarfræðingar hafa hagsmuni af því að koma sér út úr því að vera hjúkrarsjúklingum. Það kerfislegu vandi sem fyrir hendi og mjög vondur. Við erum líka með kerfislegan vanda þegar að hjúkrunarfræðingar að krefjast þess eins og það ekki neins staðar annars staðar að þeir vera hærri launum heldur að læknar. Þar af leiðandi erum við að missa þjónustu út á landi, þar af leiðandi erum við að missa þjónustu á þeim kjörnum sem við þurfum nauðsynlega á þeim að halda. Það vita þetta allir, en það má bara ekki segja það út af því að það þykir eitthvað óþægilegt. Við þurfum að horfast í augu við það að það eru svona kerfislegir þættir þar sem að hjúkrunarfræðingar hafa hagsmuni af því að vera að gera ekki það sem þeir eru einmitt sérmenntaðir í og læknar líka í því að vera að takast á verkefni sem að þeir eru sérmenntaðir í. Og ég talaði við lækni á skurðdeild þar sem hann sagði bara við mig, heyrðu, ég er bara að takast á fullt af verkefnum sem ég hef ekki hundsvit á. Samt ég með áratuga reynslu að ég vera í mjög sérhæfðum skurðlækningum, en í stað þess ég hérna að skipuleggja eitthvað vaktaplan og hérna skipuleggja hitt og þetta, en ég geti bara verið að skera upp allan daginn. Hann reyndar sagði að hann væri að fara svolítið á skjön við það sem aðrar deildir væri að gera og hann væri að taka miklu meiri þátt í aðgerðum heldur en aðrir yfirlæknar á deildum væri að gera. En þegar að þetta heildarmengið, þá við getum alveg tekið til hliðar að hérna læknar séu betur þess fallin að reka batteríið. En hins vegar þegar við erum svona með mikið af kerfislegum þáttum, þar sem að við erum með svona mikið af deildarstjórum, við erum með svo mikið af fólki sem tekið út úr því sem það sérmenntað í til þess að vera að sinna einhverju sem ekki með sérþekkingu á.